Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Birkir Jón Jónsson, tekur til máls. Frú forseti, þessi umræða sem hefur átt sér stað það hvort að núverandi ríkisstjórn sé starfhæf eða ekki hefur svona átt sér nokkuð sérkennilega mynd hér í dag, en örugglega hjá þeim sem hafa reynt að fylgjast með þessari umræðu. Vegna þess að hér hafa menn heilt yfir ekki verið að tala framtíðina, heldur aðallega fortíðina, og ég held að orðið Sjálfstæðisflokkurinn sé eitt algengasta umræðuefnið hér í þessari umræðu. Og það kannski sýnir málefnafátækt hjá ríkisstjórninni þegar að aðalpúðrið fer í það að ræðum fortíðina og ræðum þá aðila sem báru þessa tillögu fram, frekar heldur en að standa á sínu máli hér með framtíðar hugsjónir. Það nefnilega þannig að á Íslandi í dag eru 15.000 manns án atvinnu. 15.000. 5.000 af þeim hafa verið atvinnulausir í meira en ár. Og kannanir sýna að stærstur hluti þessara 5.000 einstaklinga mun trúlega ekki snúa aftur inn á vinnumarkaðinn. Við erum að horfa á grafalvarlegt ástand í íslensku samfélagi og þess vegna finnst mér umræðan dálítið undarleg. Og veruleikinn sem við virðumst lifa í virðist blasa ansi ólíkt við okkur mörgum. Ég trúði varla mínum eigin eyrum hér þegar að ég heyrði forsætisráðherrann guma sig af því að árangur ríkisstjórnarinnar í málefnum skuldugra heimila og fyrirtækja jaðraði við það að vera kraftaverk. Í hvaða veruleika lifum við hérna? Þegar það blasir við okkur og öllum sem vilja sjá það að ríkisstjórnin hefur gjörsamlega klúðrað með sínum aðgerðum málefnum skuldugra heimila. Og ég held að þetta ágæta fólk ætti þá að fara að tala við sína kjósendur það hvort það sé almenn ánægja með þann frumskó sem blasir við fólki sem að leita sér úrlausna í gegnum þetta flókna kerfi sem hefur verið skapað hér. Annað mál, hin svokallaða beinabraut, átti að klára það fyrir mitt þetta ár. Það kom fram á fundi viðskiptanefndar daginn hjá Viðskiptaráði að ef að framhaldið yrði með þeim hætti og hraðinn á endurskipulagningu og skuldum lítill og meðalstóra fyrirtækja yrði með þeim hætti sem nú þá yrði það verkefni klárað árið 2050. Takk fyrir. Þetta nú hraðinn og þetta nú verkstjórn núverandi ríkisstjórnar. Þess vegna velti maður fyrir sér, eftir að hafa hlustað á ræðu hæstvirts forsætisráðherra, hver voru skilaboðin frá leiðtoga þjóðarinnar? Var það herkvaðning til landsmanna að við skulum takast á mót við framtíðina af áræðni, kjarki og þor með bjartsýnina að leiðarljósi? Kom fram framtíðarsýn hjá þessum leiðtoga þjóðarinnar? Nei, þessi ræða var uppfull af hræðslu áróðri. Ef að ég fæ ekki að stýra þessu landi og einhverjir aðrir koma að, þá skellur hér á dimmur vetur. Og það náttúrulega alveg með ólíkindum að þurfa að hlusta á ræður sem þessa þegar að ástandið jafn grafalvarlegt í íslensku samfélagi og raun ber vitni. Hvar framtíðarsýnin? Hæstvirtur forsætisráðherra á eftir að koma hér upp einu sinni og ég bið hana í síðustu ræðu sinni hér í dag að koma með einhverja framtíðarsýn fyrir þjóðina. Hafi þjóðin einhvern tímann þurft á leiðtoga að halda sem að hefur einhverja raunverulega framtíðarsýn, þá það á tímum eins og nú. Við þurfum ekki á leiðtoga að halda sem að málar veruleikann þannig með allt öðrum litum heldur en allir aðrir í samfélaginu sjá hann. Allt öðrum. Síðan kemur Samfylkingin hér og segir að af því að Sjálfstæðisflokkurinn flytji hér vantrauststillögu á ríkisstjórnina, ef að Framsóknarflokkmenn ætla að voga sér að samþykkja það, þá séu þeir pólitískt uppfyllingarefni. Já, þvílíkt innlegg í málefnalega umræðu hér. Við Framsóknarmenn, við höfum verið einna harðastir í gagnrýni okkar á þessa ríkisstjórn þegar kemur að skuldamálum heimilanna og eigum við að ræða Icesave-málið eitthvað? Ég held ekki. Við skulum sleppa því núna. En þegar að háttvirtir stjórnarliðar koma hér upp með það ódýra trix að segja ef að þingmenn Framsóknarflokksins ætli sér að samþykkja vantraust á þessa ríkisstjórn, að þá séu þeir pólitískt uppfyllingarefni. Já, þvílíkur málflutningur. Við Framsóknarmenn vorum að koma að glæsilegu flokksþingi þar sem að við vorum í málefnavinnu og vorum að horfa til framtíðar, þá sérstaklega í atvinnumálum þjóðarinnar.
og eftir að hafa farið í mikla greiningu á tækifærum íslensks atvinnulífs þá framtíðin björt. Við þurfum að búa fyrirtækjunum þá umgjörð að þau geti blómstrað. Horfum á sjávarútveginn, horfum á iðnaðinn og horfum á ferðaþjónustuna. Starfsumhverfi þessara atvinnugreina hefur ekki verið eins gott árabil. Horfum á hugverkaiðnaðinn, glæsileg fyrirtæki eins og Marel, CCP og fleiri sem hafa blómstrað á undangengnum árum, en því miður hefur íslenska menntakerfið ekki getað sinnt þörfum þessa atvinnulífs og það þarf að breyta skattumhverfi þessara fyrirtækja. Horfum til landbúnaðarins. Þar eru gríðarleg tækifæri og ég svo sem hef ekki tíma til þess að fara yfir þær tillögur sem við samþykktum á þingi Framsóknarmanna helgina, en það hægt að nálgast á heimasíðu flokksins framsókn.is. En þar allavega hægt að sjá sýn stjórnmálaflokks til framtíðar. Við höfum komið með sýn það hvernig megi á næstu árum fjölga störfum í samfélaginu 12.000, varlega áætlað. Það eru tækifæri til staðar og núna þurfum við að fá ríkisstjórn til valda sem talar í lausnum, talar fyrir framtíðina, talar kjarki fólkið í landið en ekki með endalausan hræðsluóróður það að ef þau missi nú völdin hér í þessu landi að þá fari allt fjandans til. Veruleikinn einfaldlega ekki þannig. Við skulum rifja upp orð eins og gagnsæi, skjaldborg skuldug heimili, réttlæti, samráð og ný vinnubrögð. Allt voru þetta slagorð hjá þingmönnum og frambjóðendum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna í aðdraganda síðustu kosninga. Ég held að ef háttvirtir þingmenn myndu flytja þessar ræður í dag að þá yrði hreinlega hlegið í salnum. Vegna þess að ef við horfum til Icesave-málsins þá allt það sem ég nefndi hér komið í andhverfu sína. Þannig að ég tel að nú þurfum við á því að halda, og ekki síst íslenska þjóðin þarf á því að halda, að það sá sandkassaleikur sem hefur verið hér undangengnar vikur, mánuði og núna að verða 2 ár, honum verði að ljúka. Það þarf samstöðu hér, við þurfum stefnu í atvinnumálum, við þurfum að fjölga atvinnutækifærum hér á landi og þannig aukum við tekjur ríkissjóðs, þannig fækkum við atvinnulausum, þannig getum við stutt við öflugt velferðar- og menntakerfi. Við verðum að komast upp úr því hjólfæri sem hér og ég ætla að lýsa því hér yfir og það má þá kalla mig öllum illum nöfnum að ég mun ekki styðja þessa ríkisstjórn hér í þessari atkvæðagreiðslu ef að einhverjum hefur dottið það í hug. Við höfum gagnrýnt ráðaleysi og rangar leiðir sem ríkisstjórnin hefur ráðist í á undangengnum 2 árum og hvernig í ósköpunum ætti þingflokkur Framsóknarmanna eða að minnsta kosti sá sem hér stendur að styðja áframhaldandi verklag af þessu tagi. Ég segi því já við þessari tillögu, sama hvaðan hún kemur. Við þurfum að fara að innleiða hér ný vinnubrögð, við þurfum að fara í atvinnusköpun hér á þessu landi því annars mun okkur illa farnast, en ég vil ljúka þessari ræðu minni á því að segja það að framtíðin björt ef við nýtum tækifærin og sköpum íslensku atvinnulífi það umhverfi sem það á skilið og þannig fjölgum við störfum í samfélaginu og ég vona að innan skamms munum við sjá ríkisstjórn sem mun hrinda þessum áformum í framkvæmd.